Þá höldum við áfram óvissuferð sem þennan veturinn í Húnaþingi vestra. Við etjum saman 3 liðum í fjölbreyttum þrautum og liðin safna sér stigum þar til 1 lið stendur uppi sem sigurvegari. Við hófum keppni fyrir 2 vikum með fyrsta hópnum sem samastendur af systkinunum frá Akureyri, parinu frá Dalvík og brosmildu vinkonunum. Þrautirnar sem hafa verið lagðar fyrir þennan hóp að mestu tengt bústörfum. Þau hafa lagt á hest, moka skít, smala svíni, keyrt fjósvél, mjólkað og hellt upp á kaffi. Já, eða allavega reynda. Það getur ekki átt og... Við lögðum líka fyrir þau handavinnuþrautir á saumastofunni Kitku á Hvammstanga og þar var handbragðið jafn misjafnt og þau voru mörg. Eftir fyrsta daginn voru það vinkonurnar sem voru í efsta sæti og parið var í öðru sæti, en það munaði eingöngu 1 stigi á milli fyrsta og annars sætis. Áður en lagt var að stað í þrautirnar seinni daginn voru það því systkinin sem ráku lestina 10 stigum fyrir neðan annars sætið. Seinni dagurinn var þó systkinunum meira í hag því þeim tókst að sigra 4 þrautir í röð og heildarkeppnin því orðin nokkuð jöfn. Hópurinn stattur á stóru Ásgeirsá hjá honum Magnúsi bónda og það eingöngu 1 þraut eftir áður en sigurvegari verður krýndur. Magnús bóndi ætlar að láta þau setja niður girðingastaura og nú það tíminn og vandvirknin sem skiptir mestu máli. Hæðin á staurunum á að vera hérna á mér, þannig að þið mæli bara á mér og eftir. Staurarnir eiga að vera fjallsmegin við Gaddavírinn og hugmyndin þið byrjið þarna en metir hjá mér þegar pungur losnar frá læri, þannig að þið getið eftir ykkur á því þið byrjið þarna og þá byrja tímatakan, það er 1 lið í einu og endum á því að þið komum að dráttaðlega tilbaka. Í þetta sinn voru það vinkonurnar sem hófu keppni undir vökulu auga Magnúsar bónda sem fylgdist með því hvort réttum aðferðum væri beitt. Það ekki bara með 7? Þeir eru, já, við komum að marga. Já. Það er ólífus. Þetta er bara búkomin liður. Já, segðu þið. Tilbyrði dans! Svona, og handbremsu. 90 krónur. Hérna. Já. En hvernig fyrir bara út þessu? Svona? Já. Svo við látum gera það. Ekki buxur. Við erum aðeins betri að gera buxur heldur en girðingar. 4 punktskref. Og fjallsmegin. Við þurftum að reka niður jafn kall. Hana. Og við þurftum að setja niður staura. Þetta var action. Vá, ég rugglaðist með þessi talningum. Hérna? Nei. Gjör svo vel. Já. Þetta er erfitt. Skilvægt. Allir sleggjarnir hafa verið betri? Nei. Hvað er svo mikið brjóstaði? Hvað ert þú með þín? Þetta var mikið action. Ég var ógeðslega góð á traktorum niður eftir. Upp eftir ekki. Bóttið sexy við þetta. Bóttið sko. Sjöfn erum við sexy! Haha! Chili kjallum. Hahaha! Ok, þá erum við að hætta. Við ætlum að bakka. Já! Og jú, bara glemdur að taka nú handbremsu. Já. Og við skulum ekki láta það frétta. Nei. Já, ok. Er það mínus? Stelpur, handbremsan á traktornum, hefur eitthvað að ræða hana? Nei, við skulum ekkert að ræða hana. Nei, við þurfum ekkert að ræða það. Það má eiginlega ekki fréttast. Því næst var það parið sem vatt sér í verkið og þá er spurning hvort að Dalvíkingarnir séu með það sem til þarf. Taktu bara 1 hvítan.
aldrei verið með svona stórt tæki undir mér. Nei. Já. Það eru 4 metrar frá þessari. Teldu, punglengd. Við þurfum að... Fara frá með löppina. Það er grjótum. Þetta tekur smá. Og þú? Okay. Passa að fara frá með löppina. Hefurðu viljað hlaupa? Nei. Oh my god. Shit, hvað stakkur. Nei með, það er alltaf að finna. Fucking hey. Rúðuþurrka komin hérna. Tjúfull var það létt. Þá voru það systkinin. Hingað til hafði mikill ákafi einkennt þeirra samvinnu. Girðingavinnan krafðist mikillar samvinnu og því spennandi að sjá hvernig hún gengur hjá þeim að þessu sinni. Það er svolítið hægt hérna. Daginn. Þú mátti ekki taka 2 svona. Þetta er hvítu líka. Þetta er 7. Þetta er 6, 7. Ja. Ok. Þetta er þetta. Ja. Passaði þig. Passaði beina. Þú voru að passa þig. Já, já. Új. Þú er rólegur. Þetta er ekki ég, sko. Við erum á 5. Áfram. Yfir. Ok, hérna bara. Stopp. Hvaðan í gangi? Hendu þessu bara niður. Taktu hennan. Tældu frá. Svona. Komið. Upp með hann. Læg með þig. Býtu. Drullaður. Enga dónaskap. Maður gerir það ekki í búskap. Ha. Hann sagði það við okkur á. En við settum ekki rétta á. Settum ekki gulan á endan, Sigga. Get ég rifað hann upp? Ok, ég ætla að losa þinn. Rífðu hann. Hei. Ég skal fara hann. Takk það. Taktu titlinginn. Taktu titlinginn. Hvar er hann? Hérna! Hann er á. Já, hvað er það að hæsa þig? Ég var búinn að setja hann á. Þið skoðum að helvít fyrst á maður. Ha? Síðasta stjórnum maður. Já.
Annars var þetta ekkert mál. Annars var þetta ekkert mál. Biggi, rólegur. Jæja, Magnús, þetta er búið að vera ýmislegt sem við höfum gengið á hérna. Mikill hamagangur. Já, ég er eiginlega grátið næst meðferð á dráttarvélinni minni og plús annað að staurarnir eru ógeðslegir. Bæði langt á milli, langt frá Gaddavir og þetta er allt í essum. Þannig að það verður djobb fyrir mig að rífa þetta aftur upp. En þetta var misjafnlega gott. Ég verð bara, já, og svo vona ég að dráttarvélin mín lifi allan að sumarið af. Það verður að koma í ljós. Þetta var ekki mikið hjálp í þessu fólki? Þetta var skelfilegt. Það voru taktar hérna inn á milli sem að á vel heima í sveitum sko. Já, já. Eigum við að fara í... Það verður að testa þetta áður en maður byrjar, sko. Já, já. Og hæðin á staurunum voru líka bara my breast. Þannig að þetta var allt í... Biggi! Þetta er bull og vitleysa. Já, ég... Hann misti teitilinn að það kom í mark og voru svona 5 mínútum eftir okkur. Þetta fannst okkur niðurstaðan og ég held að sé allir bara sátti við það. Mjög sáttur. Hver var gæðin? Þið mistu teinin! Já, og líka þú keyrðir nú helvíti glannalega sko. Þetta eru vinnuvélar. Upp á hvað? Vinnuvélar, þetta eru vinnuvélar. Glannalega sko. Hefur ekki að fagna þessu það? Hvað er með? Hvað eru? Hvernig er þetta staurinn? Þetta kom okkur alveg á óvart. Ég hélt að við hefðum verið aðeins lengur en mínútu, en þetta tók svo ógeðslega á, sko. Hann er náttúrulega í toppformi, maður er hérna með belg og eitthvað svona, en maður kemur sjálfur sér óvart. Það var ánægilegt. Hvað segir þið, Kottu? Svo vitleysa. Ertu brjálaður? Já. Já. Hvernig voru handbröðin með staurana? Þau lágu á hverjum staur í svona korter, ég var að taka þetta í 3 rykkjum. Biggi, ég taldi 11. Það var fyrsta staur. Og þetta var á tíma, þess vegna var ég að drífa mig að keyra dráttarvélina. Biggi, rólegur. En þegar þú varst að byrja með staurana þá sá ég að þú fleygðir þeim bara eins og þú værir hreinlega eitthvað ofumenni. Já, það var til að, þú veist, þurfi ekki að sækja hvern og eitt, sko. Vinna fram fyrir sig. Já. Þannig að ég er ekkert ánægður með Magga bónda núna. Og síðan þessi staurakeppni sem er náttúrulega skandall frá allu. Nei, við stóðum ykkur vel á tíma. Hvað er það? Já, bara ósætti milli mín og Magnúsar bónda. Það var alveg það. Ég ætti að hringja á hann að blessa bóndabæði og ræða þetta við hann. Það var bara að plana frá A til Ö. Þið voru eins og jólasveinar þarna. Magnús, ég og þú inn í hlöðuvinur. Það ætti að taka mynd. Þetta verður sko í eddunni. Real tears.
Jæja, þá liggja úrslitin fyrir hvorki meira en minna og ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá ljósmyndaleiknum. Það var náttúrulega æðislega gaman að fara í gegnum myndirnar og greinilega mikið lagt í þetta hjá sumum, öllum. Það var nú bara þannig. Það voru bara allir á milljón greinilega að pæla. Samhliða öllum þeim keppnum sem þátttakendur tóku þátt í var ljósmyndakeppni. Hún virkar þannig að upphaflega fengu keppendur lista yfir ýmislegt sem þau áttu að mynda og nýta hugmyndarflugi til að ná sem bestum myndum. Góðan dag. Klukkan 4:30. Við fórum út til að ná rjúpu. Hér sönnunargagn B, rjúpukökur og fylgdu fjöðurum. Já, það eru sko rjúpurna. Já, þetta búið að vera áhuga. Ljósmyndakeppnin var áskorun. Við ákvaðum bara að taka þetta þannig að við ætlum bara að vera ótrúlega frumleg. Þú veist, reyna að horfa svona út fyrir ramman. Þannig að ljósmyndakeppnin, við byrjum bara að tækla hana eða bara strax á mikið blaði, sko. Bara strax á blöndu. Já, tókum 2 myndir þar og síðan erum við bara búin að vera að hugsa þetta eða allan tíman. Snappum það aðeins. Já. Það var samt afgerandi sigurvegari í keppninni sem að bæði sigraði áður en við töldum bónustigin og síðan eftir þau og það voru þessar vinkonur hér. Við náðum rjúpunum. Við erum að vinna þetta. Í öðru sæti, hins vegar, voru síðan systkini. Og þannig að þau fá 10 stig úr keppninni og þið 5. Já. Þau hafa séð þennan áður? Já, við hefum gert það. Og þá er það heildarstigagjöfin. Ég get sagt ykkur að liðin fengu sem sagt. Sigurliðið fekk 79 stig, annað sæti 69 og þriðja sæti 66. Þannig að það var í rauninni gríðarlega jafnt þegar öllu var á botninn hvolft. Og myndavélakeppnin hefði vissulega getað skorið úr sigurvegara. En ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá þriðja sætinu. Og í þriðja sæti eru vinkonurnar. Með 66 stig. Sigurvegarar hins vegar í óvissu ferðinni að þessu sinni eru systkini. Já! Yeah! Ég vissi það! Ég kom það að vinna. Yes! Það er búið núna. Ég er búin að fyrirgefa Magnús bónda á. Ég sattur að sofa. Og sigurliðið færaði þetta húur frá Kitku sem við vorum í heimsókn hjá. Nice! Þau fá þar að auki ferð í selasiglingu og á selasetrið. Þannig að ég vil bara óska ykkur til hamingju og auðvitað ykkur líka. Þetta var frábært framtak hjá öllum og stór skemmtilegt og ég vona að það sé það sem að við skiljum eftir í þessari ferð. Þetta var magnað. Það var aðeins. Takk fyrir okkur. Rock on! Ég held þessu bestu vinir. Þar með hefur þessi hópur lokið keppni. Þótt ótrúlegt megi virðast, þá voru það systkinin sem stóðu að lokum uppi sem sigurvegarar, þrátt fyrir að hafa verið neðst eftir fyrri daginn. En það er í rauninni ekki eftir neinu að bíða. Skulum kynnast næsta hóp. Fyrsta liðið sem við kynnum til keppni í næsta hóp eru vinkonurnar frá Hólmavík. Það er Kristín og Ásta. Ég heiti Kristín Sigurrós Einarsdóttir. Ég er í dag blaðamaður hjá Héraðsfréttablaðinu Feiki, Norðurlandi vestra. Ég heiti Ásta Þórisdóttir. Ég er listgreinakennari á Hólmavík. Ég ákvaði að taka þátt af því að ég sá auglýsingu á Facebook og ég var eitthvað að slóra í vinnunni og skellti henni inn á Facebook hjá mér og spurði hver vildi vera memm og Ásta var snögg að svara og við bara komum að tefla fram liðið fyrir spilaklúbbinn okkar. Við erum sko í spilaklúbbnum Fimbulfamb.
Næst eru það hjónin Hrannar og Sigrún frá Sauðárkróki. Ég heiti Sigrún Heiða Pétursdóttir Sístrótt. Ég á heima á Sauðárkróki en upphaflega vestur-Húnvetningur og ég vinn sem félagsleg heimaþjónusta hjá sveitarfélaginu á Sauðárkróki. Við erum fjölskyldufólk, númer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Við erum 4 börn og ég er í fjarnámi í skóla og við erum endur innrétta íbúðun okkar. Það er líf okkar snýst bara heimili og börnin. Og síðasta liði sem við kynnum til keppni að þessu sinni eru hjónin Freydís og Hörður frá Akureyri. Freyja og ég, við erum búin að vera saman í, 12 ára eða? Já. Og þannig að við erum farin að þekkja hvort annað ágætlega. Og já. Já. Hörður er mjög opinn. Já. Já, þú ert opinn og Freyja er ekki mjög opinn. En ákveðin samt, sko. En Freyja er svona ævintýragjörn, sko. Þannig að þetta var svolítið hennar pæling að taka þátt í þessu verkefni. Fyrsti viðkomustaður liðanna 3 eru Reykir í Hrútafirði, en þar eru reknar skólabúðir og við hefjum leikinn í íþróttasalnum á Reykjum hjá honum Sigmundi. Jæja, verðið hjartalega velkomin á Reyki. Hér er sá sem að öllu ræður á Reykjum, en hingað koma venjulega nemendur í 7. bekk og kannski sum ykkar komið hingað áður eða hvað? Já, og ég góða minningar. Er það ekki þannig? Það er töluvert að krökkum sem koma hingað til ykkar? Já, yfir 3000 yfir veturinn, komast færri en vilja. Og þetta er náttúrulega, 7. bekkingar sem koma og eiga hjá okkur 5 daga og yndislega 5 daga. Allavega að fara þau með trega í burtu, þannig að eitthvað eru að gera rétt. Og bara virkilega gaman að taka þátt í þessu. Og í dag þá erum við meðal annars að fara í ýmsar þrautir sem að nemendur í 7. bekk einmitt leysa. Þannig að þetta ætti að vera ótrúlega einfalt fyrir ykkur. Fyrsta þrautin byggðist á eins konar boðhlaupi, þar sem átti að hlaupa fram og tilbaka yfir íþróttasalinn en í hvert skipti átti að fara með ólíkum hætti. Sippa jafnfætis, ganga á plaststyltum, fara á rúllubretti án þess að fætur kemur við jörðu, fara með herðatré á milli fótanna, bæði þversum og langsum, dribla bolta með kústskafti, halda blöðrum á lofti án handa og fara með borðtennisbolta í teskeið í munninum yfir. Og fyrsta liðið til að taka sprettin voru vinkonurnar frá Hólmavík. Eru þið klárar í það? Algjörlega. Stressið? Nei. Nei. Ég myndi aldrei viðurkenna það. Þá teljum við bara niður í fyrstu þraut. 3, 2, 1, af stað. Á stað, fram. Jesus! Þetta er bara ónýtt! Á stað! Áfram! Nú er ég búin að missa alla raka og hendur. Við komum tilbaka! Mamma! Bolta, ég var bolta bara, ekki hægt að segja þetta í sömu setningu og þú veist að blöðru dæmið var náttúrulega bara rugl, sko. Það var bara, þú veist, það kannski heyrist þarna því að ég var nú með hljóðnum, þú veist, þegar ég var þarna alveg bara sorghljóð þegar ég var hér bila algjörlega að missa það. Ég var að gefa þetta frá mér. Ég viðurkenni að blöðrudæmi fór alveg með mig og ég, svona eins og Stína, sko, ég er nú bara svona kyrrsetu manneskja og ekki neinu formi, sko. Þannig að þetta var alveg svolítið, sko. Nei! Nei!
Hversu fáránlegt það að við skulum báðar nánast vera með áreynslu astma af blöðrum? Já, það alveg svona... Við erum að gera fyrir þessu. Þá var keppnin farin af stað og ljóst að heiður Hólmavíkur, Sauðárkróks og Akureyrar var að veði. Fylgist endilega með þegar við höldum áfram í óvissuferð í Húnaþingi vestra á 50 hér á N4.